Íslensk þjóðsaga tröllskessu, sagan af Brynjólfi biskup. Eitt sinn Brynjólfur var í visitasíuferð, tjaldað hann undir fjallinu, hafði hann með sér 4 eða 5 menn. Nóttina vaknar biskup við að hönd ein, ákaflega stór, kom á tjaldið. Var þá sagt úti fyrir: bóndalegt tjald og bóndalegur maður. Biskup sá að þetta var skessa ein, stór og mikil. Hann segir henni að taka einn hest sinn sem hann tiltekur og eiga hann. Skessan fór þá og tók hestinn, lagði hann á herðar sér og gekk síðan upp fjallið. Biskup áði í sama stað sumarið eftir, en menn hans vöknuðu, var hann horfinn. Þeir fara og leita hans, finna þeir hann loks í helli einum, í fjallinu, og var hann þar að tala við skessuna sem komið hafði sumarið áður. Þeir sáu að hún grét og var sem hagl hrykki af augum henni. Ei vissu þeir hvað þau biskup höfðu talað saman. Fór hann síðan með þeim heim. Var það jafnan siður hans síðan að láta binda stóðhross eitt á bæjarhlaðið í Skálholti á aðfangadagskvöld. Var hrossið jafnan horfið morguninn og þóttust menn vita að skessan hefði sótt það til jólanna. Skálholt þar sem að Brynjólfur biskup bjó. Ekki var langt frá þessu svæði þar sem tröllskessan finnur þá á ferðalagi þeirra.